Verkefni 12 gengur út á það að við erum að stýra svona 4 ljósum alveg eins og verkefnaöldan. Þegar maður nú breytist þetta aðeins, þetta fyrir bíla sem að keyra í gegnum svona göng og það verður náttúrulega að vera þannig að þessi rautt ljós báðum megin í smá tíma meðan að göngin að tæmast. Það ekki. Það verður sem sagt rautt og rautt, rautt og grænt, rautt og rautt, grænt og rautt. Og eins og áður þá verður það að gera ykkur grein fyrir hverju að vera að fara að stjórna og það er ekkert hægt að komast neitt hjá því að pæla í því. Það er ekki hægt að fara að gera bara eitthvað, því verður að spá í hvað er að fara að gera. Og reyna svona að telja eitthvað í það hvaða dót maður þarf. Við ætlum að hafa kveikt hérna 2 rauð ljós í einhvern tíma. Hvað þurfum við í það? Ég get allan að sagt ykkur að bara að því að þekki það svo sem að reynslu, það er þægilega að byrja bara á 2 rauðum. En hins vegar þá þurfum við líka að spá í því þegar við erum að gera svona stýringu. Í hvaða stöðu er líklegast að stýringin stoppi þegar hún bilar. Ekki ef hún bilar, heldur þegar hún bilar. Hún bilar á þetta. Kannski myndum við vilja að það væri bara hægt að keyra í þessa átt eða þessa átt. En við þurfum að byrja hérna á 2 rauðum ljósum. Við þurfum að taka tíman hversu lengi þessi ljós eiga að loga hérna. 2 rauð. Það er alveg á hreinu. Og við getum skipt hann bara til 1. Síðan þurfum við, þegar sá tími er liðinn, þá þurfum við segulega til þess að búa til þessa skiptingu hérna. Þess að svissa þessu hérna grænu yfir í, rauð yfir í grænt. Og ef við myndum klára að tekna ljósin, þá getum hann og líka. Það sjáum við að þetta er svona. Það er líka hvað í. Þetta virkar ekki, sko. Það er svona. Grænt hérna. Og hérna. Svona. Við sjáum líka þegar við erum búin að tekna þetta upp að það er ekki svakalega mikið að gera þetta. Það er bara víxlast þessi 2 ljós hérna og það er bara víxlast þessi 2 ljós hérna. Þannig sem bara alltaf og þannig að við þurfum seguliða hérna sem við getum bara skýrt á bara skýra bara K2 því að þessi hérna heitir C2 og svo kemur hérna eitthvað gerist hér, kemur aftur rautt og rautt og ef við spáum aðeins í þessu strákar og starfum að hvað er það sem að gerist? Fyrst tókum við tíman hér, svo notum við hérna eitt segulega til þess að búa til þessa skiptingu á ljósunum og það var tímalið í gangi. Og hvað gerir svo næst? Það kemur sama staða upp og var hérna fyrir framan. Það er annarkvort hægt að nota segulega til þess að búa eitthvað til þess að búa þessa stöðu til eða að slökkva bara á seguleganum sem að bjóð til þetta. Þannig að er ekki líklegt að þessi komi til að slökkva hann sem hér. Við skrifum bara hérna slökkva á K2 og svo tímalið í gangi hérna náttúrulega til þess að telja hvað lengi þessi staða er.
og svo kemur K4 hérna, eða ekki? Það býr til þessa hérna skiptingu. Það er eitthvað tímalið til þess að taka þann tíma, tímalið nr. 4. Og hvað gerir svo? Já, við erum bara komin í allar hringin. Endar þetta ekki bara að reset þarna? Þannig að þessi hérna er sennilega reset. Síðan þurfum við að, þá erum við komin með þetta. Allar þessar runni hérna. Og við vitum að við erum að stýra sömu ljósunum. Það er ekki hægt að stýra þeim alveg eins og við gerðum síðast. Það þarf að vera einhver leyti sér snert á hverju einasta ljósi. Og við getum í sjálfu sér bara teiknað upp hérna. Við erum bara hérna aftast hérna. Það er bara hérna T4 og þessi hérna, við getum þetta K4 og við getum komið hérna með T3 T2 þessi sem ég leti þetta K2 hérna og T1. Þess að ég teikna þetta svona aftur á bak vegna þess að bara upp á plássið. Og svo er bara þið getur náttúrulega nokkuð vel treyst í að ég er búinn að láta ykkur hafa upplýsingar allt sem þarf til að gera þetta. Og það eina sem við vitum er að hérna í upphafsstöðinni þá loga hérna bæði rauðu ljósin. Og svo þarfum við eitthvað að finna út af því hvernig það breytist seinna eftir. En þetta er nú þessar upplýsingar sem ég ætla að láta ykkur hafa til að leysa þetta verkefni.